Bjóðum teknileikari leikni velkomna fyrir að spyrja reglum þeirra. Númer 1, Danni El Hage, númer 4, Enrico Altestúri Arruti, númer 5, Almanda Jónsson, númer 7, Albertícian Grendala, númer 8, Eitur Atala Sánchez, númer 9, Magnús Már Sverrisson, númer 11, Imanol Vergara González, númer 15, Gustavo Atala Sánchez, númer 21, Heiðar Már Ragnarsson, númer 22, Ásgeir Páll Magnússon, númer 29, Póvilas Krasnovskis. Þjálfari leiksins Brynjar Skúlason, honum til aðstoðar Jónas El Hage, Gunnar Örn Ástvaldsson. Og þá komum við heimamanna. Númer 12, Óskar Sigþórsson. Númer 3, Valdimar Steingrímsson. Númer 4, Anton Freyr Guðmundsson. Númer 5, Sigurjón Már Markússon. Númer 6, Þórður Jón Jóhannesson. Númer 8, Ísak Jónsson. Númer 9, Tómas Leó Ásgeirsson. Númer 11, Aron Skúli Brynjarsson. Númer 13, Arnór Pálmi Kristjánsson. Númer 19, Guðjón Máni Magnússon. Og númer 23, Kristinn Pétursson. Þjálfarar þeirra eru yngri en Ígor Bergur Köstnitz og honum til aðstoðar Þórður Jónas Ásgeirsson og Setta Ragnarsson. Koma svo áfram! Já, klukkunni stóri. Já. Tökum hana. Ok. Þá held ég að sé bara Ekki? allt klárt. Og erum við komin í loftið? Allt komið í gang. Verið velkomin, Ásvelli. Já. Jakob heit ég. En þeir sem eru að horfa eru sennilega ekki á Ásvöllum, sko. Nei. En við getum samt alveg boðið þið velkomin. Ekki? En við erum á Ásvöllum. Við erum á Ásvöllum og það er sunshine. Það er sunshine. Já, ég heiti Friðbert. Já. Gaman að vera með þig, Friðbert minn. Rosalega langt síðan síðast. Það er það. Og þetta er búið að vera erfiðir dagar fyrir okkur haukamenn. Já. Tveir svona, já, bara mjög lélegir leikir. Já. Fyrst var það þetta Svekkelsi á móti Kára. Já, og maður hugsaði, jæja, þetta er svona ákveðin bón sem þú þarf bara kannski svona spyrnaðir upp frá. Spyrnaðir upp frá. Svo fara strákanir saman á Ólafsfjörð. Skemmtileg rútuferð og gleðin við völd. Mikið að rútusöngum og stemming. Já, en sjáum hérna Leiknir að vinna boltan. Óla, Anton í ykkur vesenni. Arnór bylgdi síðan á sér. En já, sá leikur endaði 5-0. Já. Skulum bara einbeta okkur að þessu leik. Núna nokkra breytingar ekki á byrjunliðinu. Jú, hellingsbreytingar. Arnór mættur aftur. Eftir meiðsli eða ekki? Jú, ég hef bara ekki séð mannin. Nei, lengir. Nei, en hann stimplaði sig inn í hana með hressilegri tæklingu. Og Þórður mætti líka. Jú, þetta er talsveit breytlið frá því að móti KF. Já, en hérna kemur spyrnaðan. Ásakið. Leiknir fá oft verið í vesinni á útivelli. En spyrnaðan er góð hjá, ekki góð, það er svona bolta bara í slána hann, með vinstri fyrir utan. Spyrnaðan ekkert sérlega góð, en náðu síðan að fylgja eftir hann Aitor Abela Sanchez. Þetta verður mögulega fyrsti leikurinn þar sem ég gæti brunnið í framann eða lýsa leiknum. Sólin er bara beint í andlitinu á mér. Já. Ræðislegt. Nærið smá í lit. Ekki veitir af. Í vinstri bakverði
Sáum að Páll Hróar ekki á bekknum. Okkar maður. Spurning hvort það sem veitur. Já, við verðum bara trúmgjöru, en þetta sérstök sending. Virkilega sérstök sending og Ædór kemur hérna. Sanchez skoti. Þetta ekki alveg beint byrjunin sem við vorum að vonast eftir. Leiknismenn. Það segja það sko. Því líka orka í leiknismennum. Þeir eru mættir og klárir í dag, en það má ekki segja það saman okkur. Haukamenn. Kemur spinnan á nær. Kristinn fyrstur á hann. Já, tekur seinni boltan líka. Sækja þetta. Hvernig hefur leiknismönnum gengið svona upp á síðkasti? Herru, Leiknir, þeim er ekkert búið að ganga sérlega vel. Nei. Þeir eru búin að vinna 1 af síðustu 5. Ok. Og það var síðustu leikur á móti Fjarðabyggð. Já, þannig að þeir koma af sigri. Þeir töpuðu Leiknir þar á undan 9-0 á móti Njarðvík. Já, á móti Njarðvík, auðvitað. Það er hansi sterkt hjá, það er komið tilbaka og sigur næsta leik. Það er farið harkalega í Guðjónsmána. Það er svolítið skemmtilegt hvernig hann heldur á keilunum. Það er spurning sko hvort að þá sjást handarhreyfinguna betur eða með keilunar framan á puttanum sko. En Leiknir held ég ekki búið að vinna leik, að búið einn leik á útivelli í allt sumar. Já. Það er góð sviti fyrir okkur. Já. En ég er loks búinn að koma að staði hvað stuðningsmannasveitin okkar heitir. Já. Þetta eru Rauðu Dólgarnir. Rauðu Dólgarnir. Já, við erum búin að vera kallað á hersveitina, eða ekki? Jú, ég sá það ekki stóra á Twitter. Já. Rauðu Dólgarnir, gott nafn. Já, mér líst vel á það. Tómas sterkur inn að það skallanum að Guðjón sem er rangstæður, því miður. Var eitthvað skrall á þér í gær, Höribert? Já, ég ætla ekki að ljúga það. Ég fór í hjarta Hafnarfjarðar. Já. Bæjarhátíð. Hvernig var það? Það var bara virkilega gaman. Nei ekki? Jú. Trúir. Virkilega gaman, sko. Hann Palli minn sem sér þetta. Já, hann er helvítis meistari, sko. Það er ekki óbræðið, sko. Hann er, sko, þetta er einhver almesti snillingur bara sem ég kynst. Algjörlega, sko. Ef svo vill til að Páll sé að hlusta þá bara sjátt á hann. Á hann allt hrós skilið, sko. Algjörlega. En fyrir með því með spurningu. Já. Þú ert oftast með svör. Ég finnst því samt aldrei ná að svara því þegar þú segir þetta ég er með spurningu. En jú, ég skal reyna. Máni Mar í vinstri bakverði. Já. Sérstakt. Það hefur verið reynt áður. Það gekk ekki vel. Það gekk ekki sérlega vel. Nei. En sko, hópurinn, við erum bara með sko 5 á bekk. Boltinn dettur hérna fyrir Mána hins vegar sem var fyrir skoti. Sýnist Aragútis komast í veg fyrir það og fáum hotspinnu. En já, hópurinn virðist vera svolítið þunnur í dag. Já, það er eitt nafn á bekknum sem ég bara þeir inn að þekki ekki. Sævar Orri? Já. Já, það er annarsflokksstrákur. Fæddur 2004, frekar en 5. 2004. Hann er í sama árgangi og Oliver Steinar og Númi og þeir hann hæfileikaríkur drengur, en ok. Já, fær mögulega tækifæri í dag. Tónið hana ákveðin. Við sjáum að Tóti er komin í tempo. Já, ég ætlaði að fara að segja það. Sko, hvítir svona sumarlegi tempo. Já, mjög sumarlegi.
Ætli hann hafi ekki bara skellt sér í háverslun bara í morgun þegar hann sá sóluna. Sennilega sko. Bara beðið meina sumarlega. Já, það var sko, það var eins og þannig, þegar það var gott veður, Já. þá töpuðu Haukar ekki ef að Tóti var með pælótinn á sér. Já. En við höfum ekkert fengið að sjá þau í sumar. Nei. Og hann með glóru meira sér í þokkabót. Í alveg? Sýndist það. Já. Hann harður í honum að taka hann, Þórarinn Jónas. Já, algjörlega. Já, þú varst í ykkur smá veseni með nokkur af þessum nöfnum þegar þú varst að kynna liðin inn. Já, maður reynir bara sitt besta sko. Við eigum þetta eftir að fara yfir byrjunliðin. Já. Og mér langar svolítið að fara yfir byrjunliði hjá Leikni. Ég nefnilega einstaklega góður í svona frambörði sko. Sko, í markinu erum við með Dani El Hage, en ég myndi bera þetta fram sem Dani El Hash. Dani El Hash. Svo erum við með Inigo Albisuri Aruti, Almar Daði Jónsson, Arkadiusz Jan Grishlag, já. Aitor Abella Sanchez, Martin Már Sverrisson, Imanol Vergara González, Itharo Abella Sanchez, Heiðar Snær Ragnarsson, Ásgeir Páll Magnússon og Povilas Krasnovskis. Vel gert, þetta var bara frábært. Takk, ég þarf rosalega mikið að meira. Ég ætla bara að renna yfir byrjunliðið hjá Guði Hallberg, fyrirbært minn. Ég ætla að renna yfir byrjunliðið hjá Haukum. Í markinu Óskar Sigþórsson, fjármanna Martalína, Mánumar Steinbjörnsson, Anton Freyr Hauks Guðlaugsson og Sigurjón Már Markússon og síðan í hægri bakverði Kristinn Pétursson. Inn á miðjunni það Þórður Jón Jóhannesson, Ísak Jónsson og Arnór Pálmi Kristjánsson. Þrír fremstu verið síðan Aron Skúli Brynjarsson, Guðjón Máni Magnússon og Tómas Leó Ásgeirsson. Heldur betur. Haukar svona búin að vera meira með bolta fyrstu 10 mínúturnar. Já, eftir sterka byrjun hjá Leikni þá eru við svona aðeins búin að taka stjórn á leiknum. Anton ætlaði hann að finna Guðjón Mána. Guðjón Máni held ég að byrja sem fyrsta leik fyrir Hauka. Jú, ég held að það sé rétt hjá þér. Það verður þetta hana hjá Guðni, brotið á Tómasi. Skemmtilega að spila hana hjá Arnóri og Tóna og Arnór færi boltan yfir. Vel gert hjá Arnóri hana. Haukar að halda vel í boltan. Já. Og Máni fer inn á völlin. Þetta ákveðlega, finnur Ísak. Skemmtilega sendingu á Aron Skúla. Meðan fyrir flottu bolti fyrir. Já. Það vantaði bara Samherja. Já. Arkadiusz svellkaldur hann að skalla bara niður á Dani. Skúli dulur hana en sýnist Kitty brauta sér. Klaufalegt. Leiknir mjög sterkir í fyrstu leikatriðum. Góða spyrnumenn. Sanchez ætlar að taka þessa spyrnu.
Spilnan aðeins og löng. Óskar grípið hennar bara. Óskar kominn aftur í byrjunarliðið. Þegar Indrid stóð sig nú ágætlega. Já. Ekki taka það á honum. Við erum hrifnir af Indrid. Virkilega efnilegu markmaður. Það svo sem lítið hægt að setja út á hann. Ég sá náttúrulega ekki leikinn á... Nei, ég sá hann vissulega ekki. Hann á... Ólafsfirði, já. En það má alveg... Þú veist, þegar þú ert með svona ungan markmann þá má alveg búast við því að hann gera eitthvað mistök og það bara mistökur til að læra af. Já, Anton lítur upp völlin og kemur langan á Guðjón. Boltinn góður og Guðjón í fyrsta fyrir. Kemur hann ekki á Tómas. Boltinn góður í Antoni hana. Já. Máni með engasti. Máni kastar hann langt inn til. Já, við erum á að bæja hættunni frá. Ég var hérna líka í gærkvöldi. Já, hvernig var það? Það var æðislegt. Nei, ekki? Hörður kom hérna á Ásvelli, spiluðu við K.A. menn. Já. Sannkallaður toppslagur. Hvernig endaði svo leikur? Endaði með 4-2 sigri K.A. manna. 4-2, alveg leikur. Þetta var svakalegu leikur og nú er ég ekki að ýkja. Sindri Hrafn Jónsson skoraði flottasta mark maður. Sem ég hef séð á ævi minni. Ég sá það í gær. Ég sko... Lík sleggja maður. Ég var í sjokki og það þarf bara að ræða þetta mark. Já, þetta var svakalegt. Já. Boltinn dettur hana fyrir hann er svona rétt fyrir framan miðjubúan. Ákveður bara að negla hann. Alvöru mark hann að... Ég bara... Þetta var magnað. Ég væri til í að sjá eitthvað svona sleggju hinn dag. Já. Það var gaman. En það er auðvitað enginn að vera að leika þessa sleggjans Sindra eftir. Nei, ég trúi því ekki. En það má alveg hrósa K.A. liðinu. Þeir eru að spila flottan fótbolta og bara sitja á toppnum. Já, sitja á toppnum í sinni deild og já, eru alveg að gera allögu að því að komast upp í þriðju deildina. Sali Heimir að gera góða hluti. Það mátti við því búast. Sali Heimir frábær þjálfari. Já. Það er ekki lítið annað en að vinna. Já. Sjáum að Danni er að spila með Grímu, markmaður, leiknismanna. Já. Það er... Vitlaust ingast eða eitthvað. Ég sá ekki alveg hvað gerðist. Nei. Það var aukaspyrna. Þannig maður alltaf bara að koma honum upp vellinina. Aron Skúli reyna að skalla hann niður og Ísak gengur ekki. Leiknismenn vinna boltan en Dotti vinnur boltan hana vel. Setja pressin á Arnur hérna. Hann leysir þetta vel. Dotti finnur Arnur. Tómas er bara búið til ágætt plass hana. Já. Þólaður dettur bara hana á leikmann Leiknis, opinn. En mjög mikilvægt að fá Þóla aftur inn á miðjuna. Já, hann er svolítið límið í þessu liði. Gerir þessu liði afskaplega mikið.
Ég get alveg lofað þér því að við hefum ekki tapað 5-0 með Dodda á miðinni. Það er eiginlega alveg 100%. Þetta gerir Leiknir ágætlega. Þetta er klaufalegt inn að Máni skallar þetta í burtu í bili. Arkadíus með fyrirgjöfuna, Máni kemst fyrir hana. Skemmtileg sendingarna hjá Pavilas í áttina að Ædor. Sanchez kemur með hann fyrir Óskar í vesenni. Það er að slá hann að Mána á. Gerði þetta vel á endanum. Máni með langa sendingu upp á Tóma. Virkilega sterkur skallið hana hjá Inigo. Mjög teknískir og góður með boltan. Leiknismenn. Sigur bara aðeins svo mikið hérna. Þórarinn ekki ánægður með hvað Haukaliðið lengi að stíga upp. Frábært veður hérna ásvöldum. Já, ég er bara svitnað hérna í stúdíu. Loksins sem við fáum eitthvað gott veður. Við eigum þetta skilið, Jakob. Algjörlega, sko. Það er búið að vera... Það er erfitt sumar. Guðjón hana. Kitty gerir vel hana, kemur sér fyrir framann. Ædor. Arnór mæti bara að vaða alvöru skoti á Arnóri þarna. Fínasta tilraun. Við viljum sé það. Lengi honum inn og svona færi. Hann á þetta alveg í vopnabúrinu. Algjörlega. Full auðvelt hana. Hvernig þið spila í gegnum okkur. En Anton kemur honum á miðjuna. Spila hérna vel á þröngu svæði. Góður skalli á Dodana. Tómi ætlar að leggja hann á Arnór, en Arnór brýtur af sér. Ég lendi í vikunni fyrir mér. Hvað lendir í? Lose Me. Það? Já. Helvítis viðbjóður, sko. Þú ert ekki svo eini, það eru margir að lenda í þessu. Já, þetta er algjör viðbjóður, sko. Helvítið á henni. Lose Me. En hvar varstu? Ég var í sumarbústa fyrir sunnan. Og var bongo þar eða? Nei. Það var bara í lántu allan tíman, sko. Þú hefur ekki ákveðið að elda sólina? Nei, ég gerði það reyndar ekki, sko. Nei. Kitty alltaf eitthvað að leika sér og endar á að hlaupa út af.
kannski ekki hans leikur. Nei. Bæði við liðum svona í erfileikum með að skapa sér ykkur almennileg færi hérna. Fyrstu 20 mínúturnar cirka. Já. Það var leita mikið að þessari sendingu. Þessi góð. Guðjón, fín blás þarna, hann að koma fyrir. Hann hleypir nú bara inn í hann síðan í kjölfarið. Hvernig óskupur getur hann að vera dæmi í þessa átt þarna. Já. Sá maður var það maður leikni sljóp bara inn í hann, Guðjón. Já, einmitt. Þegar maður búinn að gefa hann. Sérstök dómgæsla hjá Helga Ólafsinni. Hvort það hafi ekki verið Inigo sem að keyrði hana inn í Guðjómanna. En hann fannst mér Guðjón svona full hikandi. Sammála því. Hann sá hann keyrandi í áttina að sér, hann hefði mögulega geta sótt brotið sko. Já, sammála fengið vítaspyrnuna. Tekið eitt höll svona. Já, af því að hann réði ekkert við sig hann í Níko. Nei. Og hann heppinn að fá aukaspinnu. Já, mjög heppinn. Ætlum við að fá okkur hambúrgara í hálfleik? Já, eða ekki. Jú. Ég svolítið svangur sko. Í svona veðri þá verður maður að fá sér hambúrgara sko. Og hérna ískalda appelsín. Já, Ekki. það myndi ekki skemma fyrir. Nei. Úff. Mér þyrstir í þetta appelsín. Ekki. Jú. En Kristinn með innkastið. Getur kastað langt eða vill. Já. Hann ætla að gera það hérna. Kastar í áttina Skúla og Tóma. Ísak brýtur hann á Ímanol. Ásgeir Ingólfsson auðvitað mættur hérna að gefa manni tips strax í beinni útsendingu. Já. Eftirbæti á bitinn, út eins og ný segir hann. Já. Lúsmi bitinn. Já. Afterbite segir hann. Eftirbæti. Þakka Ásgeir reykjarlega fyrir þetta. En hér er Tómas. Já. Stöðu. Lokum í skoti er ekki alveg. Svo hef ég líka heyrt að X-mistið sé gott á svona. Nei, ég segir svona. Já. Nú værum við alveg til í að fá okkur almennileg færi hérna. En ég spyr aftur hvað hann fær. Þórður þetta glóðrauga. Já, það er spurning. Hann hefur örugglega bara dottið á hjólinu eða eitthvað. Sennilega. Mér finnst það líklegast. Já. Skemmtilega gert hann hjá Mána. Skilur Arkadíus eftir á raskatinu. Og Guðjón finnur Ísak. Aftur inn í sama svæði. Með broti á Arnóri. Já. Er Frosti eitthvað meiddur eða, veistu það? Já, ég held að hann hafi tóknað eftir hann lægri á æfingu daginn. Það þarf að fara að herða þessa menn, þeir eru alltaf meiddir. Það er alltaf eitthvað. Aron Skúli ætlar að taka þessi spyrnu. Já.
Spinna verður að koma hana markmannstegin, vítategin eða vítapunkti minna ég. Þetta er ekki góð spinna en Máni fær inn á boltan og kemur honum á fjarstöngina á Guðjón Mána. Fær horni. Já, Skúli fær núna séns á að bæta upp fyrir vonda aukaspinnu. Fyrstur á hann. Það rennur hana framhjá en ágæti skalli hérna hjá Sigurjóni. Já. Ég held að Sigurjón hafi verið að stofna eitthvað campingfyrirtæki. Já. Já. Ég held að tók eftir á Instagram að það voru haukamennir voru eitthvað að auglýsa eitthvað Reykjavík camping. Já, ok. Það er vel gert hérna. Sanchez leikur sér hérna framhjá Valdamann Hauka á færi hornspyrnu. Heyrðu, annað með leikinn í gær. Já. Það voru 170 manns að horfa á þann leik. Jaha. Já. Það er nú gæði. Já. Það segði annars. Anna Ísafjörður Ísafjörður hefur tjúnað inn. tjúnað inn á föstudagskvöldi og sennilega hafa þau öll skemmt sér konunglega. Já, fórum því. En Hver er með þér í stúdíónu? ég var einn í fyrra áleik. Já. Ég kunni svolítið vel við mig bara einan, sko. Já. Þú veist, það er svolítið öðruvísi. Það er öðruvísi, sko. En það gekk fínt. Svo kom Máni Mar Já. í síðara hálfleik sem er að spila hérna í vinstri bakvörðunum. Kom í hjálpa þér. Og hann, sko, ég get ekki sagt að hann hafi átt einhverja stjörnu framistöðu. En hann gerði sitt besta. Þið hegi? Og nei, hann er flottur. Hann var í smá vesinni með svona fallbeyingar og slíkt. Já, ég skil því. Vissi ekki alveg hvernig þetta fallbeyga Hörður. Hörður menn, þeir eru öflegir. Já, hann Magni er stórkostlegur. Máni kallinn. Já, Máni, ekki Magni. Það er gaman að þessu. Ég var eins og að horfa á Magna í sjónvarpinu í gær. Magna Rokkaran eða Magna Grenivík? Magna Rokkara. Já, hvað var hann að gera í sjónvarpinu? Á Tónaflóð á Akureyri. Þetta var taktlistasta sem ég sé í langa tíma. Nú? Hvað meinar þið? Við klárum þessu eftir þessu aukaspyrnu. Spyrnan er ágæt en hún skar í Gripið hana. engu vesinni. Já, það var svo Tónaflóð í hofinu á Akureyri í gær. Já. Og áhorfendurnir voru ekkert alveg þeir feskustu, sko. Í alvöru? Já, voru þeir ekki að fíla Magna? Jú, þeir bara svolítið sátu þarna og hreyfðu sér lítið á meðan það var svona meiri stemning í fólkinu sem var að syngja, sko. Já. Manni svona hálf vorkenndi Aroni Kahn að þurfa að standa þarna og syngja. Sko, en þetta var kannski ekki krátið fyrir Aron Kahn að vera í hofinu. Alls ekki, sko. Eitthvað að fljúa upp eða eitthvað slíkt. Þetta var skrítið sjónvarp, en Leiknismenn, hérna, frábærlega gert. Marteinn hann aðleið tvær boltan, nær ekki skotinu og skotið kemur á lokum og skaffið tvöfald af vörslu. Markvörslur hann hjá. Frábæra markvörslur. Vá, þessi seinni varsla var stórkostleg, en Haukarnir bara virkilega heppnir að fá þarna ekki á sig fyrsta markið. Haukarnir líta illa út þegar Leiknismenn á að koma svona miklu hraða á það. Já, sýnst að vera ædóran sem skildi grjóna eftir. Já. Með sárt ennið, kloppaði hann og
En þeir náðu sem betur fyrir ekki að nýta þetta. Sem betur fyrir. Óskar búinn að byrja hann að leik vel. Einn af fáum haukamönnum sem hefur byrjað hennan leik almennilega. Þetta ekkert sérstakt. Nei, það verður að viðurkennast. En ég óska eftir fleira fólki í stúkuna í síðara hálfleik allavega. Frábært veður, frábært leiktími. Bara bóti á Tómasi hérna. Þetta bara besta leiðin til að byrja helgina, skella sér í sjoppuna, fá sér einn burger og appelsín. Wow, hvað er það? Með sólina, sko, sólin í loftinu, skínandi í andlitið á þér og horfa á veislu. Ég lofa veislu í seinni hálfleik. Já. Það er bara þannig. Ég tek þig bara orðinu fyrir Björn. En þetta hljómar eins og ekkert eðlilega vel. Þetta planið er. Já. Arnór með aukaspyrnu á fínum stað. Sjáum að stóru mennir eru komin inn í teginn. Það kemur hérna fjær en. Já. Danny Delhas í litlum vandræðum með þetta. Það er svona aðeins og lausbolti. Dotti enn og aftur að vinna boltan á miðjunni. Hann liggur hana eftir leiknismæðurinn, sá ekki alveg hver þetta var. Það er Sanchez, okkar maður. Hálftími liðin að þessum leik. Leiknismenn sennilega búin að fá hættulegasta færið inn í fyrra leik. Óskar varði vel í tvígang. En boltinn er góður hérna. Var þetta bara í skotið og. Enn og aftur er Óskar að verja vel. Aftur er Óskar að verja vel. Þetta eru, ég svo sem aldrei staðið í marki en ég get ímyndað mér að þetta eru svona einar erfiðustu vörsluna þar sem þú ert að bakka og þú ert að skutla þér sko. Kemur svona bolti kemur á fyrsta tempóinu hjá Isaro, heldur þessu bræður. Isaro Abela Sanchez og Aitor Abela Sanchez. Mér finnst það mjög líklegt. Bolti kemur hérna á Martein í stuttan og Kristinn fær þennan í sig frá Aitor. Herðu, flottu skalli hérna. Já, Íñigo hérna aleinn flikkaði boltanum á fjær en það var engin leiknismaður þar sem betur fer. Þetta hefði getað endað illa. Ég veit ekki hvað það er fyrir mér. Það virkar einhvern veginn svona á mig þess að sé ekki alveg kveikt á Haugum. Já. Finnst svona sem við séum aðeins eftir á. Menn er eitthvað litlir í sér. Það er bara staðan. En þá er leiknismenn að hótspinnu það. Komar leipur og nær. Íñigo fær ekki boltaðan en hann dettur hann inn í teginn. Enn og aftur eru leiknismenn fyrstir á boltan. Það er hótspinnu. Sem betur fer komst Dotti í veg fyrir skotið hans. Povilas. Önnur hótspinna. Hótspinnan. Brynjar Skúla segir þeim að þjarma á markmanninn. Sjáum hvort að það breyti einhverju.
Já, kemur upp fjárstöngina yfir allan pakkan en Martin skallar hann út af. Sigurjón með spyrnuna á Skúla, þetta er fín sending. Skúli hann í 1-1 stöðu. Hægir aðeins á sér og sendir hann beint á leiknismenn. Það er sérstök sending. Ísaró hérna skæri sín, gerir þetta vel, leikur sér að þeim og bara óheppinn hérna, koma boltanum ekki í netið. Þetta er markið liggur í loftinu hjá leiknismönnum, það er bara þannig. Varnarleikur ekki upp á marga fiska, verður að viðkynnast. Haukar bara heppnir hérna, fá ekki á sig mark. Já, við erum búin að vera í vandræði með hann Ísaró, hann er virkilega lunginn með boltan og skildi hann að mána bara eftir á raskatinu. Dotti hann með svolítið tæpa sendingu en Óskar er á tánum og leysir þetta ágætlega. Setja smá press á okkur. Sigurjón, komast í smá þessi en Máni gerir það ágætlega. Finnur Þór þarna inn á miðjunni. Boltinn endar henni á Tómasi. Tómas er ennþá að láta mig heyra það síðan ég kallaði hann og Tómas Óla inn í útsettingu. Já, það var skita að þinni hálfu. Það verður bara orðað eins og það er. Það er bara svo það er. Sigurjón hérna. Brotið á Sigurjóni en Helgi leyfir leiknum að fljóta og það er brotið aftur á Arnóri. Nú verðum við að fara að nýta okkur eitthvað þessar spyrnur. Já. Allavega að skota mark eða... Sýnist Tómas vera að labba að boltanum. Hann vill sennilega taka þetta og skjóta bara markið. Hann er bara að láta það vaða. Já, hann allavega horfir á markið. Og... Ég held að Tómas væri ekki að fara að taka þetta ef hann væri að fara að setja hann inn í teginn. Nei, mér finnst það ólíklegt. Tómas Leó. Ekki góð spinna. Vonda spinnu hann bara. Beint í bossan á Ímanol. Nægilega góð sending og sjáum hann er ansi skemmtilegur leikmaður hann Ísaró og Tommi, hann lætur vaða. Já. Danni svo sem er litlum vandræði með þetta. Sjáum að leiknismenn er ekkert í sérlega miklu vandræði með að spila sem í gegnum fyrstu pressuna. Já, þetta er voðalega auðvelt að finna bara bakvörðinn og hann er í hellingsplási. Það er eitthvað að fínstilla þetta í hálfleik. Kristir hérna komum inn, reynir að koma sér í fyrirgjástu, gerir ekki flott tækling að það varðum að leiknis. Dotti gerir þetta ágætlega, kemur honum Ísak og hann kemur með það fyrir. Já, fín sending. Aron Skúli bara í alvöru skot hann að skrýttu tempói þetta skot. Já. Danni gerir vel, hann er að vera inn í hotn hann að nú er það að fá góða spilnu frá Arnóri. Þrjár mínútur eftir að venjulegum leiktíma væri svakalega gott að fá mark núna. Spinnan er ágæt en hérna á að skalla boltan burtu. Aron Skúli enda með boltan hann úti herminn. Sendingin eða skotið ekki nægilega gott. Aron er hann það.
Góð spilna hana. Já, Já, Dani. Hann brotið á. Úr þarf að tæklingana. Já. Vel gert hjá Tóma að skilja boltanum vel. En þessi skot, það er ekki mikil kraftur í þessum skotum hjá okkar mönnum. Það sem gæði líka í skot. Já. Leiknismenn vilja svona reyna að spila frá markmanninum. Gera það ágætlega hérna. Sanja Haugum ekkert verið sérlega góð. Nei. Ekki framar, segir hann. ...45 að renna á klukkuna. Já. Ef það verði miklu bætt við. Heyrðurðu það? Ég held að það verði ekki miklu bætt við. Já. Sjá mín Totta. Já, það hefur verið lítið tafir. Marteinn heldur eitthvað á lofti hérna. Skemmtileg snúningur hérna við Sara og Máni gerir vel. Ísak hana með vondan skalla. Leiknismenn vinna boltaninn á hættulegu stað. Sem Ædor Aron Skúli með fína varnarvinnu hana. En missir hann auðvitað fram með sér. Síðan boltinn og langur. Máni veit ekki alveg hvað hann ætlar að gera. Finnur síðan Guðjón á lokum en þá flautar Helgi bara til hálfleiks. Tildulega rólegur fyrri hálfleikur en ásvöllum. Já, leiknismenn eru búin að vera betri aðilinn. Friðbjörn lofaði veislu. Ég lofaði veislu í síðari hálfleik. Já. Við ætlum að fara á okkur hamborgara bara. Já, bara ekki fara langt nema þið séð að fara á ásvölli. Já, sjáumst í seinna hálfleik. Yes.
Komið sæl, verið velkomin aftur hérna í streymið. Yes. 0-0, svona tiltölulega rólegur fyrri hálfleikur á Vatnsvöllum. Sýnist vera breyting á leiknisliðinu. Já, sýnist þér það? Mér sýnist. Nei, það er engin breyting, held ég. Mér er nefnir það. Allt eins og að vera. Já, fáum aukaspyrnina á góðum stað. Og það er Arn Skúli sem ætlar að... Nú þurfum við að fá eina góða spyrnu hérna, maður. Já. Það var hræðilega lélegt í fyrri hálfleik, allar þessar spyrnur. Já. Arn Skúli snúar þarna inn í teginn. Þetta var... Þarf ég að fara að mæta á næstu æfingu og kenna þessum mönnum að sparka í bolta? Já, mér sýnist það. Fara eins í gegnum þessi grunnatriði. Ég er hræddur það, en Kitty með innkastið. Tómas flikkar hérna. Nei, hann Arnaldur. Já. Hann var ekki eins með COVID. Aha. Já, Það er ekki spes. það er ekkert sveis. Og ert þú eitthvað búinn að vera með Arnaldi upp á sigkastið? Nei, sem veitum mér. Ekki neitt maður. Það er helvítis COVID-ið maður. En er hann einkennalaus eða? Já, ég held að. Er þetta ekki bara eitthvað flensa núna? Þegar það er allir bólusettir og svona... Ég held alveg sko. Já, við sendum patakvæðir á Arnald. Vonandi bara losnar við þetta Já, sem fyrst bara. Leiknir að pressa mjög hátt. Haukar spila sig vel. Já, vel spila hana. Og aðeins svo innarlega þessi sending. Arn Skúli hefði mátt taka hlaupið aðeins fyrr. Já, mögulega. Já, þetta hana gerir vel. Ó, skemmtileg sending, en Inigo fyrstur á boltan. Erfið sendinginni á Kitta en Dotti leysir þetta vel. Tómas í barðunni. Boltinn dettur hérna fyrir Arnór sem að tapa boltanum. Já, Tóni ákveðin hana. Helgi fekk hana boltan í sig og verður þar leiðandi að stoppa leikinn. Ég held ég hafi tekið það fram nokkur maður hvað mér finnst þetta fárleg regla. Kokkur ekki bara áfram með leikinn. Já. Það tekur svona langan tíma. Já, hann ætlar ekki að vera að flýta sér. Það er búið að vera svolítið svo mikið svona friðbjörn allan leikinn. Langar sendingar hérna upp allan völlinn. Já, ég lofaði veislu, sko. Það kemur. Er það ekki? Jú. Kitty hérna ítir svona aðeins í bakið á Ædor.
Gaman að sjá Póvílas hérna í Kópa. Já. Gaman að því, hann gerir þetta skemmtilega hana. Já, fór illa með okkar mann. En hann er smápassli hérna. Smáprasa á honum. Fín sendingan hjá Ísaki. Ásgeir fyrstur á boltan. Arnór leitar á hægri fótinn. Gitti hérna. Kemur boltanum fyrir en ekki góð fyrir gjöf að fyrir beint út af. Danni með háa spyrnur hérna, bara beint út af. Ja. Svolítið svona tempolaust. Já. 9. engasti hérna á 6 mínútum. Já. Nico í smá brasi hérna, gerir þetta á vel. Kemur minna miðina á leiknismenn, geta þá sótt. Skiptingin yfir ekkert sérlega góð hana. Ædor nær boltanum. Skiptir aftur yfir. Máni með voldan skalla hana. Hörgutækli hjá Nóra. Þeir Heiðar með næra snúi í teignum, nær ságæti skoti en svo sem beint á Óskar hana. Óskar aftur hérna í sama svæði. Já. Dotti með sérstaka skiptingu. Kitti skallar hérna í áttina að Tómasi. Boltinn dettur hérna fyrir Ísak. Já. Flott sending hjá Ísaki hérna. Guðjón hleypur út af. Lágt tempo á sig hérna. Það er bara smá meiri kraft hérna í Hauka. Sloppið hana. Sama
hún alinn hana. Boltinn endar á honum og hann missir hann hana aðeins langt frá sér. Ísak sópar þetta upp. Breytir á sér. Fyrst ég maður til að fyrir bókina Helga í dag. Arnór var búinn að vera svona líflegastur, myndi ég segja, haukamönnum minna í dag. Já, þetta er eitthvað. Þetta er andlaust. Já, og það smita sér svona svolítið í stúdíóðu sko. Já, smá. Það verður að við ekki næst. Freysi var að senda hérna á mig og spyrja hvort þetta væri nokkuð jarðaför. Eitthvað dauft yfir þessu. Það er oft svona þegar leikurinn spilast svona þá fylgja henni með valdspilna hana. Eigum við að prófa svona vera svolítið líflegir og sjá hvort það smitist á völlina. Flott pressa hérna. Þessi seinni hálfleikurinn búin að fara rólega á stað. Já, Við loðum veislu. Það er líka 20 mínútur liðnan annars og það er bara ekki neitt búið að gerast. Þetta er stórfurðulegt alveg hérna. Þetta er ekki spes, en Dotti hérna með sendinguna eitthvað. Tómas í baráttunni. Það er innkast. Vonandi að eitthvað var að gerast hérna. Heldur þú séum að fara að fá skiptingar bráðlega? Já, það gæti alveg verið sko. Það er ekkert mikið í boði á bekknum ef ég á að vera alveg hreinskilinn sko. Við erum með... Það gerur þetta skemmtilega og Tómas með lélegt skot enn og aftur. Ef við rennum yfir þetta, þú veist, Tumi Guðjónsson, hann varnarmaður. Hann er ekki að fara að breyta leiknum mikið. Nei. Hilmar McShane er svona eiginlega eini sem að getur eitthvað brotið þetta upp sko. Algjörlega. Sævar auðvitað sóknarmaðurinn, hann er óreyndur og hefur ekki spilað margar mínútur með meistaraflokki. Kristinn Pétursson leikur eitthvað eftir, lenti óþægilega á bakinu á það. Gult spjald á bekkinn. Það sé ekki. Spjald á Ellert. Alltaf að sýnir eitthvað lit. Já, það er nú annað en flestir á vellinum. Það er spurningum að við finnum eitthvað að taka sko fyrir Lerta og skellum hann bara á miðuna. Hvernig maður heyrið hann. Ellert þarna að dreifa boltanum. Já. Og takla menn. Hann myndi vera í svona tempo eða ekki? Jú, sennilega. Svolítið svona Jason Park feelingur. Já, mjög vel. Mjög vel orðað hefur. Út allt eitthvað að naggast. Já. Þórarinn svona við það að missa vitið. Ekki ánægð með þessa framistöðu hjá okkar mönnum. En já.
Það er búin að vera óeðlilega mörg einhvist hérna í þessu seinni hálfleik. Já. Marteinn kemur inn í pressuna svolítið. Fýtboltinn að miðina. Þórður kemur hann á Arnór. Arnór fer bara af stað, gerir þetta vel, finnur skotið en Inigo kemst fyrir það. Ísak skilja boltanum inn á Aron Skúla og hann fer bara í skotið að sendingu. Ekki alveg kláraði. Nei. Guðjón nált að komast í hann. Á að kíkja eitthvað að skralli í kvöld, Friðbert? Ég veit það ekki. Þannig að ég held að ég fara að skella mér á grillið og grilli mér eins og einn hamborgara og Já. Svo sjáum við til hvað gerist. Ertu góður á grillinu? Já, frábær. Frábær. Trúi því, Ég set alltaf á mig svundu hér að grilla. Það er sniðugt, sko. Einhvern veginn. If you look good, you play good, segja þér. Já. En Ædór hérna, hann er skemmtilega takta. Kristín kemst á að lokum í boltann og brotið á honum hana. Helgi Ólason er með ágætistök á þessu leik, eins og er. Það er ekkert að setja út á hann. Nei, þetta er svo sem örugglega ekki erfiður leikur til að dæma. Svo sem ekki... Búið að vera voða lítið eitthvað svona erfið atvik. Já, hann er brotið á Tómasi en Helgi dæmir ekki. Ég setur pressuna. Gerir þetta skemmtilega. Gerir þetta, já. Danni nær að lokum boltanum. Guðjón nálægt því að skapa ykkur hættu þarna. Já. Helgi dæmir að Þórðina að full miklu krafti inn í Ædór að mæta Helga. Ásgeir Páll kemur hann hérna upp völlinn. Sigurjón kemur bara í innkast. Aron og Doddi farin í þríningin. Hitti hérna með langt innkast. Tómas nær ekki að taka á móti þessu. Bara hérna í legglífina. Já. Það er alltaf óþægilegt. Erfið að halda lofti í legglífum. Já, miklu erfið að sko. Þetta var Marteinn var með tilraun hérna. stórfurðulegt. Verðind. Já, vel spilað hana en já, þeir einhvern veginn enda alltaf með boltan, Leiknismenn. Heiðar vinnur skalta boltan hana en Þórður fyrstur á sinni boltan og sparkar þessu bara í kortina upp völlin. Og Inigo gerir það sem leið. Bak við stúkuna. Já. Ég vissi nú reyndar ekki að Máni geti kastað svona langt. Máni er sterkur strákur. Já.
Sjá að Hilmar Maxein að gera sig kláran í að koma inn á. Það spurning hvort að hann geti fært þessum leik eitthvað líf. Já, hver heldur að komið út af? Ég veit líklegt að Arnór fara út af, hann auðvitað á gulu spjaldi og svona koma tilbaka eftir meiðsl. Þannig að það væri svona mín ágiskun. Já, Tóni ákveðin hann að þeir hika ekkert við að negla þessu yfir stúkuna. Tveir boltar komnir yfir stúkuna. Nóg að gera hjá boltasækjumnum. Tekur Ísak út af. Já, þetta kynna þetta. Haukar gera breytingu á síðunni. Út af kemur leikmann nr. 8, Ísak Jónsson. Inn á kemur leikmann nr. 10, Hilmar Andrew Maxein. Já. Sjáum hvort að þetta breyti einhverju. Herðu, Jakob. Já. Það var hreinskilinn. Já. Þessi seinni hálfleikur, ég held að þetta sé bara einn leiðilegasti fótboltaleikur sem ég séð á ævi minni, sko. Já, veistu hvað, Friðbert, ég bara sammála. Ég veit ekki hvort það sé, þú veist, okkar hlutverk að vera eitthvað að reyna að selja þetta, en þú veist, við verðum bara... Við erum bara búin að vera hreinskilin sinni í byrjuðum og við höldum því bara áfram. Við höldum því bara áfram og þetta er einhvern veginn ekki búið að vera skemmtilegt og leiknismenn eru farnir bara að negla boltanum eitthvað... Eins langt og er mögulega að geta út af. Já, helst yfir stúkuna. En að öðru Friðbert. Já. Kristoffer Dan. Já. Meiddist hérna alvarlega. Já. Í síðasta heimaleik. Ertu með eitthvað fréttir á honum eða? Já, því miður er ég með fréttir af þín. Já. Hann sleit krossband. Nei. Jú. Það var bara ömurlegt. Það er leiðilegt að heyra. Já, virkilega leiðilegt. Búinn að vera svona okkar besti leikmaður bara síðan hann kom eiginlega upp í meistaraflokkin og eiginlega, bara sammálaður þar. Og það er hræðilegt að missa hann og líka bara fyrir hann sjálfan. Já, einmitt. En ég er vissum að hann kemur bara sterkar tilbaka. Hann er hörku karakter með mikinn metnað og hann á eftir að leggja hellingsvinnu á sig og mæta ennþá betri tilbaka. Og skonum bara góðs gengis í því. En þá kemur spilnan Sigurjón er að skjóta en þetta er ekki markið þarna. Arnór í ágættistöðuna en sendingin ekki góð og Arnór Skúli brýtur á sér. Leiknismenn, eru þeir ekki í rauð búningum, aðalbúningan? Jú. Þannig gerir þeim. Hvað finnst þér hennan ljósbláa lit? Ég bara er ekki alveg viss. Ég er svolítið hrifinn af þessu. Já, mér finnst liturinn alveg flottur sko, en ég veit ekki hvað finnst búningin sjálfan. Er þetta ekki Hummel? Er þetta Hummel? Já, þetta er Hummel. Dönsk gæði. Sem alltaf klassík. Já. Kitti gerir þetta vel, keyrir hérna fram hjá þeim, flottur sprettur hjá Kitta. Leggur boltan á Aron Skúla sem á fyrirgjöfuna en hún er aðeins löng, fer yfir allt og alla.
Já. Leiknir kemur breyting á sínulegi. Út af kemur leikmann nr. 8, Aitor Abela Sanchez. Inn á kemur leikmann nr. 16, Javier Garcia Fernandez. Aitor að koma út af leiknismönnum að vera svona einn sáfeskasti finnst mér. Já, hann var sérstaklega góður í fyrri hálfleik. Já, samanlega kannski lítið sérst inn á sinni seinni hálfleik. En það er bara svolítið sama sagan með alla inn á vellinum hérna, andlaust og tempólítið. Hilmar komast í takt í leikinn. Sér hann með smá vandræðum. Arnór hérna með boltan, leitar á hægri fótinn. Gerir aðeins svo mikið hana, tapar boltanum. Fínt hlaupana hjá Hilmari. Fær hornspyrnuna. Þessi hornspyrna er einmitt akkurat í boði Sushi Social. Já, þarna eigum við að taka leikinn okkar. Já. Hver er að fara að skora, Freybert? Ég held að Anton Hauks sé að fara að stanga hann inn. Anton Hauks. Ég ætla að setja peningina mín á Guðjón. Það má ekki að fylgjast með hana, það spyrna kom. En nú aftur eru spyrnunar hræðilegar. Já, ég man ekki eftir einni spyrnu sem er búin að fara yfir fyrsta mann. Nei, jú, ef það fara yfir fyrsta mann þá fara það yfir allt. Já. Mér finnst leiðilegt að vera svona neikvæður. Já, ég er alveg sambarað, sko, en bara tölur hrein íslenska hérna. Já. Heiðar kom inn í ágæti sénsina, Anton sterkur, flott sendingi á Heiðari fyrir. Ísaró enda með boltan hana fjær. Kemur honum út á González. Fernandes minna ég, hans ekki. Marteinn rángstæður hana. Ígor ekki sáttur með Guðjón hana. Grjóni með langa bolta hérna, en þeir hafa verið að díla vel við þessa löngu bolta í dag, Leiknismenn. Heiðar ekki með góða sendingu. Sjáum Skúla í kapphlaupinu hérna. Almar fyrstur á boltan. Almar búinn að vera flottur í hjarta varnarinnar hjá Leiknismönnum. Og Haukar er að skora. Já, þetta Úr nánast engu. Það hlaut að koma að því að eitthvað myndi gerast í þessum leik. Ég sá ekki hver það var sem átti skotið. Guðjón Máni.
Það leikmaður númer 19, Guðjón Máni Magnússon! Já, og hann tekinn út af. Hauka ekki að breyta eitthvað sínuleg. Út af kemur leikmaður númer 19, Guðjón Máni Magnússon. Inn á kemur leikmaður númer 29, Sævar Orri Valgeirsson. Ættu að fá lífi í hérna leikina. Come on. Síðasta korterið. Guðjón skorar ágætis mark. Bara tekur það velli síðan í kjölfarið. Það fínt að enda leikina á marki. Skúli með flottan sprettina. Enda með boltan. Kristinn kemur í utanárhlaupið. Nærri kom boltanum fyrir. Það er gaman að sjá Sævar Orri, ungur strákur. Já, hann að fá tækifærið. Spila sína fyrstu mínútur í sumar. Marteinn liggur eitthvað eftir sálkvalinn. Já, hann og Sigurjón voru hann í baráttunni. Það er hlaut að koma að því. Já, mikilvægt að fá þetta mark. Og bara, já, mikilvægt að klára þetta síðan almennilega. Leiknismenn þurfa núna að færa sig aðeins framar á völlinn og þá geti leikurinn aðeins opnast. Sjáum við bara. Við hefum hann alveg skilið. Já. Hér er Skúli. Flikkan á Skúla. Bóttinn dettur fyrir Arnór. Nóttur náður að komast fyrir þetta. Máni út að Sævar. Fínasti bolti og Sævar hérna. Eins og hár fyrir Tómas. Skúli fær boltan hérna beint í andlitið. Tómas Leó. Leiti í gegnum Tómas Leó. Er að koma Haukum í 2-0. Frábær stóðsending hjá Aroni Skúla. Boltan bara í smettið hana. Og stóðsending. Já. Tómas Leó kláraði vel. Hauka komur í 2-0 hérna. Stuttum kafla. Annars sáu hann Skúli lokaði á sendingarna upp vænginn og það er leikmaður númer 9, Tómas Leó Ásgeirsson. Já. Þið fljótt að breytast, Finnverð. Það er náttúrulega málið. Mörk breyta leikjum. Leikni gerir skiptingu. Sá ekki alveg hver fór út af en Viktor Freyr Pálsson kom inn á. Já. Ísar og rángstæðar þarna. Anton spillir sína upp völlin. Já, fekk boltan í höndina. Snöggur að taka þetta. Sigurjón skallar þetta til Hilmars. Hann
gerir þetta vel. Skemmtilega að spila hana hjá leiknismönnum. Hér fær Sævar boltan og hann með pláss fyrir fram sig til að keyra í. Arnór fær hann í hælinn. González hérna kemur á meðan inn í teginn. Sterkur skalli hjá Antoni og hann lendir hana svolítið illa. Full harkalega inn í hann hana. Já, vonandi í lagi með drenginn. Það leit ekkert sérstaklega út. Ekki efni á mikið fleiri meiðslum. Haukar gera breyting á síðunni. Út af kemur leikmann nr. 13, Arnór Pálmi Kristjánsson. Og inn á kemur leikmann nr. 28, Haukur Björnsson. Já. Haukur kemur hérna á miðjuna. Tómas gerir þetta vel. Hilmar missir hann eitthvað aðeins undir sig. Fyrir síðan á stað. Flott sending og Sævar Orri! Sævar Orri er að skora! Já, gaman að þessu. Í sínum fyrsta leik. Í sumar. Já, frábærlega afgreitt hana hjá Sævari. Gott hlaup og... Frábærlega afgreitt. Það er það, sko. Þú vart að gefa þessum ungu leikmönnum tækifæri. Og frábært hjá honum að nýta tækifæri svona. Það er leikmaður nr. 29, Sævar Orri Valgeirsson! Skjótt skipast viður í þessum blessaða fótbolta. Leiknir gerir breyting á síninni. Út af kemur leikmaður nr. 15, Ísar Abdallah Sanchez. Inn á kemur leikmaður nr. 23, Ólafur Bernhard Hallgrímsson. En þetta var... Við verðum líka að gefa sendingunni hjá Hilmari. Við verðum að hrósa henni. Þetta var frábærlega gert hjá Hilmari og bara mjög gott mark. Vel kláraði og Sævari. Gaman fyrir hann að koma inn á og skora í sínu fyrsta leik í sumar. Já, það er alltaf svona skemmtilegt að sjá unga og efnilega haukastráka nýta mínúturnar. Hér er hann aftur á boltanum. Gerir þetta virkilega vel. Boltinn dettur á Aron Skúla hana einhvern veginn. Aron reynir að vinna Tómas hana út í tegninu, finnur hann ekki. Já, Aron og Hilmar fara í þrýninginn en hann nær þessu ekki. Tumi kemur inn á fyrir Mána. Haukar gera breyting á síðunni. Það kemur leikmaður nr. 3, Máni Steinfinnsson. Inn á kemur leikmaður nr. 2, Tumi Guðjónsson. Já, Máni svo sem bara búinn að vera flottur hana í vinstri bakvörðinum í dag. Já. Ekki hægt að setja út á hans frammistöðu held ég. Nei.
Þetta búið að vera þolinmæðis vinna. Algjörlega. Það eru tómatsósu áhrifin. Leið á fyrsta marki kom þá fór að hríðleika í vörninni hjá Leiknismönnum. Tómatsósu. Já. Skemmtilegt. Haukur Björns hérna, hann ekki að fá svona fyrstu mínútur líka held ég í sumar? Nei, hann spilaði á móti KF. Hann spilaði á móti KF, ásaki. En það verður að gefa Haukum það mikill karakter að halda áfram. Algjörlega. Það er auðvelt að setja hausinn bara niður þegar lítið gengur upp. Eins og var búið að gerast í nánast 75 mínútur hérna. 70 mínútur. Flott verður Kristinni hafa. Brotið hana á Ímanol. Og þeir eru fljótar að taka þetta, færa boltan yfir. Og Arkadís með fyrirgjöfina. Óskar grípur þennan skallabolta. Já, það er sterkt líka að halda laginu hreinu. Líkulega sérstaklega þegar það fengi á sig 5 mörk í síðasta leik. Já, við höfum verið að leika svolítið mikið í sumar, þannig að það er virkilega sterkt að halda hreinu hérna á heimavelli. Ólafur Rákur hérna. Venjulegur leiktími að renna út hérna og mínútu eftir. Þetta er svona að sigla í höfn hjá Haukum. Já. Sterkur skallið hana. Það verður að viðurkenna Svipbert. Já. Þetta er búið að vera svona svolítið öðruvísi framstæða hjá Haukum en við höfum séð. Búið að vera svolítið mikið bara sóta báða enda hérna á leikjum ásvöldum að þarna. Mikið mörk og mistök. Já. En Haukar hafa verið mjög skynsamir. Já, þetta er búið að vera svona svolítið öguð framistæða. Algjörlega. Og við erum búin að vera mjög þéttir varnarlega, en mér fannst svona fyrstu 60 mínúturnar ekkert sérstakar sko. En Hilmar Maxein er búinn að koma virkilega vel inn í annan leik og Sævar, þannig að leikurinn breyttist bara svolítið eftir að Hilmar kom inn á. Já, algjörlega. Þeir hafa nú alveg tíma til að setja markina ef ekki mörk. Kitti líka búinn að eiga flottan leik í bakverðinum. Kristinn Pétursson voru að vera mjög flottur sammála í maður leiksins samt Freyberg fyrirmæti. Ég er alveg til að gefa Óskar þetta sko. Já, það er frábærar vöslur í fyrirháleik. Fínt sjátt sko. Þannig að já, algjörlega. Þessi leikur hefði alveg þróast örugglega öðruvísi ef að
hann hefði ekki átt þessar 2 vörslurna í fyrri hálfleik, þannig að jú, ég skal alveg samþykkja það. Ég ekki? Jú. Viltu ekki tilkynna það? Mækin? Já. Veit út megum hans? Jú. Aha. Já. Góðu lagi. Nei, það var soft. Hann ekki bíða með að fækast í markans. Nei, gera það. Við ætlum að kynna mann leiksins. Það er engin annar en leikmaður nr. 12, Óskar Sigþórsson. Það verður að gefa markmannum líka kredit stundum. Já, algjörlega. Sjá, Skúli heldur boltanum ágætlega þarna. Eftir á tanginni með Kristni Pétursinni. Og góð sending á Tómas og hann er komin inn í gegnina. Helgi vill menna að það ekki verið brotið á honum. Í 0-0 hefði Þórarinn Jónas mist vitið. En hann er slagur á því núna. En mér fannst Tómas líka svolítið verið að þrengja vinkilinn hjá sér. Hann hljóp svona svolítið utanvert í staðinn fyrir að keyra meira að markinu. Veit ekki hvað Helgi bætti miklu við. Það er sennilega ekki mikið eftir. Ég held við getum alveg staðfest að 3 púntar niður verða hérna ásöldum. Já. Flott frammistaða hjá Haugum. Þetta var þolinmæðis vinna. Algjörlega. Og að lokum. Já, áttum hann svona 10 til 15 mínútur kafla sem við tókum yfir leikinn og hann skilaði okkur þessum sigri í dag. Það var ekki fallegasti, það var ekki skemmtilegasti leikur sem ég hef séð. En það eru stigin sem skipta máli. Algjörlega. Og við tökum þau. Haukar eru að færa sig upp í 4. sæti í deildinni. Já. Haukar eiga næsta leik á 22. júlí er útileikur. Og síðan eigum við bara ekki heimaleik fyrir 7. ágúst. Mótið Þrótt og Já, þá er ég farin til Danmerkur. Þá er þú farin. Já. Þá er ég að finna mér eitthvað nýjan hérna í stúdíóið með mér. Já. Ég finn eitthvað nýja verkefni. Það er eflaust ykkur að horfa sem er tilbúin að taka það að sér. Pottet. En annars segi ég bara takk fyrir. Já, þetta er síðasta leikur til þá. Hvað er það? Nei ekki. Næsti leikur er 7. ágúst. Ég ætla að tjekka hvort það stelpunar eigi leik. Stelpunar eiga leik í næstu viku á miðvikudaginn. Það verður minn síðasti leikur. Það verður þinn síðasti leikur. Það er leiðilegt að heyra. Já, en það er eins gott að það er deliverið þá og já. Svo ég endi þetta á sigri. Nákvæmlega. En við þökkum bara fyrir okkur. Já. Ágætis leikur. Stíðin er allavega 3. Yes. Áfram Haukar. Áfram Haukar.